svo hann fokkin sniður. Nú erum við komin með fyrsta sponsorinn okkar. Þetta geggjað dæmi, sko. Hann svo sniður. Við erum komin með fyrsta sponsorinn okkar sem er Bauhaus. Og við erum að gera vídeo undir þeirra formerkjum núna, svona allan til að byrja með. Það komum að gera baðherbyggi heima. Og hann sagði, ég vil ekki bara gera baðherbyggi heima á mér. Og þeir bara, herru, þetta frábær hugmynd. Og maður svona, ok, ekki það. Og ég fæ bara allt í baðherbyggi hjá ykkur. Og við gerum úr þessu þætti sem við fáum greitt fyrir. Og það bara klappa á klárt. Ok, ekki, svo mæti ég og byrjum að taka upp fyrsta dæmi. Já, þá ég bara að rífa út baðkarið hans. Þannig ég komin í bara drive-by að breyta baðherbygginu hans og hann situr heima núna bara motherfuckers. Þetta var alltaf ekki planað. Þetta var ekki planað. Þetta var ekki planað. Þetta er ekki planað. Nei, hvað helst hann myndi gerast? Kemur óvart bara útlendingu með mér og gera það? Ég hef alltaf sagt, sko, þú veist, það hefur ákveðin heillastjarna verið yfir þessu skítamixdæmi. Ég var einu sinni að fara að klúðra parketlög feitt heima hjá sko borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í bara einhverju verkefni sem eitt af fyrstu skítamisverkefnum. Við vorum bara, við getum lagt parkett. Þetta voru svona 4 tökudagar að gera þetta. Við gátum ekki tekið svona langan tíma í öll verkefnin, sko. Þannig að þetta var mjög svona rífilegt. Og þar var ég svona komin að einhverjum opni og ég var og ég var bara, nei. Og ég var bara svitna og það voru bara kamerur á mér og hún standandi þarna. Og bara kvíslar kamerumæðurinn bara, já, þetta er rétt, gerðu þetta svo. Ég bara, byrju kamerun. Hann bara, ég með svinsbró. Og það er til á kamera sem ég bara skreikur bara, ertu smíður maður? Hjálpaðu mér. Hann bara kom inn og njega mér bara alveg bjargaði mig fyrir hot, sko. Þannig að bara takk fyrir að vera heillastjarna. Ég? Já. Það verður góður maður. Þetta er líka bara þegar sjá þegar við byrjum að posta þessu, sko, baðherbyggi straight out of Auschwitz, sko. Ég veit það. Og bara, þú veist, þá eftir að þú þarft að tilkynna eitthvað til lögreglu sem þú munt finna þarna, sko. Við rifum eitthvað baðkar út og ég, að því Rúnar alltaf að gefa svo til sterkur, hann er það ekki, sko. Hann var það kannski einu sinni. Já, ekki lengur greinilega. Við vorum báðir að hamast á baðkarinu. Húsið skekkt. Við vorum að tala sko, þetta var Evradett og við getum alveg sagt að við höfum kannski verið að tósa svona 500 kíló saman. Og þegar við varum komið út og lokuðum baðherbyggisúrinni, þá lokaðist hann ekki lengur. Við bara snérum húsinu, sko. Og þú veist, þetta verða rosa átök, sko. Við vorum líka báðið sveittir þetta eins og eftir kynlíf. Bara svona þykkur, svona kjötsviti, einhvern veginn á dörf. Við vorum með kjötsviti. Þannig að hann sniður, þannig að það skítamixverkefni er sem sagt að hann fái baðherbyggi heima hjá sér og ég hjálp honum og Bauhaus. Þetta er brilljant náungi, sko. Ég veit það. Respekta. Svona smala komaðar allar til í verkefni. Ég held hann að loka makkanum, horta á magninu konu sínu og bara... Ég með þetta. Þeir gleiftu þetta allt, fyrir til tenni núna.